sæl. Komið sæl. Það Jazz After Dark og Brandur vörumerkja þátturinn. Já, sem heilsa ykkur. Já, heldur betur. Frábæð viðburður aftur. Það er verið að loka hringnum inn í kvöld. Og Spörkum með purinn og lögðaskvöldi. Já, ég veit alveg, ég ræddi þetta sérstaklega við gestin fyrir þátt og hún er alveg að fara úr vegi sínum til þess að mæta á þessum tíma. Já, hún gæti sopnaði við tala. Ókristilegu tími, en til okkar er mætt Sirrý Svöludóttir, framkvæmdastjóri Venju. Venja sigraði vörumerki ársins í flokknum starfsmenn undir 49 manns. Vertu hjartanlega velkomin og til hamingju með sigurinn. Takk kærlega fyrir. Þetta hafðist hjá okkur, nú komin rúmi mánuði sína aðtöfni var. Er þetta búið að sjatnast inn að þessi vörumerki ársins undir 49 starfsmenn? Svona já og nei, þetta er bara mjög óraunverulegt. Ég reyndi að við höfum hlotið þessa viðurkenningu. Og bara ótrúlega flott viðurkenning. Já. Og sérstaklega kannski koma óvart að hafa fengið þessa viðurkenningu svona snemma. Við erum bara 4 ára og búin að vera 4 ára í loftinu og já, bara ótrúlega, við erum bara ótrúlega stolt. Já, með verið þá, ég var vorum að ræða fyrir þátt, ég hef séð þessa kassa heimi á mér í þessi 4 ár síðan að venja það til. Ég held að konu minn hafi bara sveimið þá verið með eina fyrstu áskrifundunum og við Leifur höfum nú bara oft talað að óháði á Sirrý síðan hjá okkur. Þetta er algjört snildar konsept. Já, konceptið er nefnilega snild. Hvernig kom það til henni ef við byrjum á því? Sko uppalega hugmyndin var í rauninni bara svona eins og ljósaperi moment sko. Ég er búin að vera að vinna mikið í þessum bransa, bætefnabransa og byggði upp stórt vörumerki hérna í Íslandi og hugmyndin í rauninni kviknaði bara hreinlega á gólfinu í Netto sko og það sem að ég bara var hreinlega að fylla á hillurnar og á tilboðstöðum í rauninni bara miklu svona tilboðsdagar og konurnar í rauninni bara hrönnuðist inn með matakörfurnar og til að fylla þær af alls konar bætefnum og vítamínum og afslætti og það er rauninni bara rann fyrir mér bara annarkort er þessar konur að fara taka öll þessi ólíku vítamín sem að mér var stræðilegt tilhugsun og eða þá að þessi vítamín væri bara að fara renna út og enda í ruslinu. Þannig að rauninni hugmyndin kviknaði þarna þar sem að ég sá bara fyrir mér að það þyrfti rauninni bara að leysa þetta vandamál sem að bætefnamarkaðurinn er svo mikið til af. Hann er bara eitt frumskóður og það er bara ógjörningur fyrir neytendur að reyna að gera upplýst kaup. Þannig að þetta er kannski svipað og fyrir ykkur að fara á tax-free snirtverðdeildin í hagkaup og finna rétta meikið eða eitthvað, litin og áfinn. Þetta er ekki hægt. Já. Og þannig að ég vissi bara að ég vildi einfalda og leysa þetta vandamál og konur eru bara mjög leitandi hópur, það eru alltaf að leita lausna fyrir heilsu. Við erum alltaf miklu rússibannar, við erum hormóna starfsmenn okkar er aðeins flóknari en hjá ykkur. Já. Og þannig að við erum alltaf að leita einhvern lausnum fyrir okkar eigin heilsu og þannig að hugmyndin fættist þarna bara á gólfinu og ég vissi bara einhvern veginn ég þyrfti að leysa þetta vandamál sem að bætefnabransin snýst svo mikið sko. Já, sem geðið, ok, þú kom með vandamáli hennar þarna, veist hvað það ætlar að gera? Hvað hlustendur vilja okkur vita? Hvað byrjum maður að gera þá? Þegar maður veit hvað maður ætlar að gera? Já, sko, í upphafi var hugmyndin að leysa, að hjálpa þeim sem að þyrftu á bætefnum að halda eitthvað tíma á lífsleiðinni. Þetta var ekkert upphaflega allir við ekkert að fókusa sérstaklega á konur og þarna var bara hugmyndin að búa til eitthvað tæknilaust sem hjálpaði fólki að velja rétt vítamínur inni og ég bara, og við stóðum í þeirri trú bara að það væri til nógu góðu vítamínum út á markanum og en við ætlum bara svona að reyna að finna ykkur að lausna á hvernig, hjálpa fólki að velja, þannig að það þyrfti ekki að vera með $30 heimi á sér og bara giska eins og gerir svo mikið. Og í rauninni, þegar við Rakel byrjum í rauninni að vinna þessari hugmynd, að þá var hugmyndin ekkert að endilega fókusa sérstaklega á konur, heldur bara bæði kinn og bara alla þá sem að þyrftu að bætefnum halda. En svo þegar við fórum í rauninni bara að skoða hvenar á lífsleiðinni maður þarf eitthvað svona næringastuðning, hvað sem meðan maður er aldraður eða konur á meðgöngu eða hvernig sem það er, að það sáum við bara það væri mikil munur á þörfum kvenna og kalla. Og það fekk okkur til að skoða frekar svona næringaþörf kvenna og hvað var að svona valda þessum, hvað við erum í rauninni mjög breytilegar svona næringaþörf og í rauninni takt við þessa flókna hormónastarfsemi. Sáum bara að konur eru bara aldrei eins í rauninni. Og svo hendur þið meðgöngu með mixi líka? Já, svo fyrir við gegnum meðgöngu, brjóstakjöf, fæðingu, alls konar tíða, er rauninni bara hormóna tengd vandamál jafnvel sem eru algengi á konum,
breytingaskeiði og svo framvegis það bara, við erum aldrei eins og þá rann upp fyrir okkur bara, ok, það er enginn á markanum að pæli þessu og ég með minn bakgrunn hann að hafandi byggt upp stórt vörumerki í Íslandi, þetta kom mér mjög mikið á óvart. Hvað vörumerki það afsækja? Ná, Íslandi. Og já, í rauninni þannig að við stóðum bara og horfum okkur aðra og vorum bara eitthvað, ok, það er engin, við getum ekki treyst á að fá þessi vítamín bara frá ykkur öðrum flottum vörumerkjum, við þurfum að fara í fullblón vöruþróun. Og þannig að þarna sáum við bara, þetta var ekkert bara einhver tæknilausn við ætlum að fara að búla okkur í, við þurftum bara að fara í fullblón vöruþróun og fókusa 100% á konur, af því að bara allar vítamínvörur út í hillinni bara meira að minna þróa fyrir kalla. Er það máli? Já, í rauninni það er engin á markanum í rauninni að taka tillit, í rauninni til þessar breytilegu þarfa kvenna. Í rauninni vítamín almennt fyrir konur bara meira að minna bara takti þessa töflu út ævina og gangiði vel. Það meikar ekki sens þegar við fyrir að skoða í rauninni hvað við erum alltaf að breytast, þörfin okkar. Þannig að það er öðru sem kallað þessum þið erum bara meiri svona linear, þið eru bara meira stabili yfir á meðan við erum aldrei eins. Já, þannig að við áttum okkur bara á því að við þurftum bara að fara að þróa vítamín rauninni frá grunni þarna. Og það breytti náttúrulega svolítið konseptinu og kannski sem betur fer kom COVID af því að það tímabil nýttist okkur mjög vel, fórum bara á full blast að við þróa þessa hugmyndafræði og fengum að borðinu fullt af sérfræðingum til að hjálpa okkur að þróa hugmyndafræðina út í þessar vörur og já, úr varða að venja bara fyrir konur því miður, fyrir ykkur í bili, já, vani kemur eða hvað já, við hefum oft fengið þennan punkt sko. Já, ég fá mjög oft spurningar hvenær kemur fyrir kalla en það er bara, þegar maður er að byggja vörumerki og sterkt vörumerki, þá er bara ógeðslega mikildar við mjög mikið fókus og það er bara rosalega mikið, bara nóg að taka fyrir konur núna, það er bara það er svo mikið gat á markanum í rauninni, þannig að ég ætla ekki að útiloka að við ferum eitthvað tímann að þróa eitthvað fyrir kalla en eins og er bara nóg að gera hjá okkur núna að tækla þetta fyrir konur. Ég held einmitt að margir hafi talað sem að stofna stór fyrirtæki að þegar það var úrskeiðis einmitt ætluð að reyna að ná til allra fyrir að vera bara í kór kjarnastarfsemi. Já, þetta er bara held ég mesta áskorunin þegar maður held ég að byggja eitthvað frá grunni eins og við erum að gera, það er að halda fókus og bara þegar að það koma freistingar, bara alltaf, það er þegar maður er að byggja eitthvað upp frá grunni að þá þetta, vöxtunin er ekkert bara beint upp það þetta koma bara svona, þetta er svona kemur í hæðum og bara maður er alltaf að læra og þá er þetta alls konar freistingar, eins og maður segir á leiðinni og við höfum oft þurft að fara, svona tilbaka í kjarnan, hver erum við og hverjum erum við að þjóna og svo framvegis, þannig að já, það skiptir mjög miklu máli. Mér finnst svo magnað að þessi hugmynd hafi ekki, það hafi ekki tekið hana utan vegna þess að þetta er svo borðleggjandi eftir á þegar það er búið að framkvæma svona vel. Sko, hefur tekið eftir, er þetta til einhvers staðar annars staðar og ef ekki, er þetta eitthvað sem þú stefnir á að taka erlendis jafnvel? Já, sko, uppálega hugmyndin, það eru svona konsept erlendis þessi Bandaríkjunum sem að voru þá þegar við vorum að byrja á þessu, þá snerist þau mjög mikið að gera viðskiptavinnunum kleift að velja bara ofan í svona dagpakka. Svona, við erum að, þannig að þú getur bara valið, fara á vefsíðuna og valið bara, ég vil eitthvað fyrir hjarta og eitthvað fyrir heilan og þá, og uppalega vorum við bara eitthvað pínu spenntar fyrir því, en svo þegar við fórum að skoða þetta, að þá fannst okkur alls ekki það meika sens, vegna þess að það er líka íta undir þetta flækjustig, hvenær veist þú, þegar vefsíða spyr, viltu eitthvað fyrir heilan? Ég meina, auðvitað, viltu eitthvað fyrir heilan eða ekki? Og skilurðu, þannig að þá vorum við að lenda, þá vorum við svona, við vildum ekki þess að blandi póka svona upplifun. Þannig að þá fórum við út í það, við verðum eiginlega til að einfalda þetta, því að það er svona core conceptið okkar, er að einfalda þetta fyrir konum, að í rauninni gera þessa sérsniði pakka sem væri í rauninni sérstaklega þróar fyrir hvert lífskeið. Þannig að konur þurfi ekki að standa frammi fyrir, ég ætla að fá eitthvað fyrir hjarta og eitthvað fyrir heilan og eitthvað svona, þannig koncept voru sannlega til. Þannig að já. Ég hef einmitt tekið svona spurningarlista og það er bara, vil ég eitthvað fyrir bætta einbeitingu? Já, ég vil það. Vil ég vöðvastyrk? Já, ég vil það. Og bara, maður endar að haka í svona 10 mismunandi hluti og þá fær maður 20 mismunandi vítamín. Ég veit það og það er náttúrulega ekki endilega upplifun sem maður vill, sko. Þú veist, af því að
það er ekki heldur gott að taka of mikið af vítaminum. Ég held að það sé bara of lítið talað um það, að kannski sérstaklega konum, ég veit það ekki, að því að við erum alltaf svona leitandi okkur lausnum og fyrir okkur, þú veist, við erum bara með alls konar hormónatengd vandamál eða meðgöngu eða eitthvað og við stöndum oft frammi fyrir því að vera bara með fullt af dollum inn í skáp og kannski eru bara sömu vítaminin bara með sömu næringarefnunum. Þannig að, þú veist, þú heldur kannski, já, ég þarf að fá fólinsýru og svo þarf ég að fá hérna multivitamin og svo þarf ég að fá þetta. Svo kannski er sama næringarefnið í mörgum af þessum dollum. Þú veist, þannig að það er alls konar svona þættir sem þarf að huga að. Já. En eru þið með einhverja næringafræðinga eða eitthvað til aðstofa ykkur við að velja töflunar? Já, við erum í upphafi þá sérst og í rauninni gegnum hugmyndafræðina þá drófum við fullt af sérfræðingum að borðinu sem að hjálpuðu okkur að fanga þetta. Já. Og já, þannig að við erum með fólk í liðum með okkur til að En mér langar að spyrja þá af því að þetta hefur verið áberandi og ég er nú ekki beint markkópurinn kannski en hef enga síður tekið eftir þessu og þá talsvert mikið, þetta hefur vakið eftirtekt sko, hvenær áttaður þið á því að fyrsta lagi kannski fóru viðtökurnar strax fram úr væntingum en hvenær áttaður þið á því að ok, ég er með skrímsli í höndunum? Já, einmitt, jú, sko, þetta hefur gengið ótrúlega vel alveg frá byrjun sem er eiginlega einstakt sko. Ég held að ég hafi áttað mig á því fyrst bara þegar að ég reyni bara, sko, fyrst og fremst er bara markasetningin okkar meira og minna word of mouth. Hún byggir bara á því að konur er að mæla með venju. Við erum ekki, þetta var svolítið óraunverulegt að vera hann í pallborðinu hann með á brandir hann að veluna afhendingunni þar sem að ég satt við hliðan á fólki með sko 100 milljóna í markasfé. Já, Andri Ölgerinn Já, skráð félag og ég horfði svona í kringum mig bara eitthvað, oh my god, þú veist, þetta er óraunverulegt en sko, ég held að ég sé ennþá að áttum á því að við séum með eitthvað stórt í höndunum, en þú veist, fyrst og fremst er markasetningin okkar bara konur að tala um venju. Þar sem það er að deila reynslu sinni, segja frá upplifinu sinni, eitthvað sem við komum ekki nálægt. Og vöxturinn okkar hefur verið meira að minna þannig. Já. Þannig að þetta er alveg, þú veist, sögurnar sem við erum að heyra frá konuna sem þar eru bara fyrsta sinn með reglulegan tíðahring, þær finna minni tíðaverki, þær eru kannski búin að vera í ströngu batningaferli, upplifa alls konar einkenni tengt breytingaskeiðinu sem eru bara mjög taka á og ég hugsa maður sé hverjum einasta degi að upplifa bara ok, vá, þetta er eitthvað, skilur við þannig að þetta er óraunverulegt. Mér langar að fara okkur aðeins yfir á persónulegu nótundar, ég áskil mér samt rétt til þess að fara aftur í venju eftir, en sko mér langar að byrja því kannski með Rakeli, sko að vera með partner, bara því ég finna að við Birkir erum nú 5 ára og hérna, ég finna á hverjum degi hvað er mikilvægt að vera með góðan partner í einhverju sem maður er að gera. Hversu miklu máli hefur það skipt í þessari flottu vegferð sem að þú ert á og þið? Það hefur skipt gríðarlega miklu máli og ég get nú bara að tala fyrir mig að hérna Rakel er svona, við erum svona yin-yang sko. Já. Við bætum upp hver aðra og hérna við þess að fyndi þegar við vorum í rauninni að byrja að við vorum að kynnast og vorum að fara áfram með þessa hugmynd var að hérna við tókum svona dating season sko, þannig að við vorum að spjalla saman og tala já, hvað finnst þér þetta og þróa hugmyndina eins fram og tilbaka, hittast á kaffihúsi. Já, þið þekktust ekkert fyrir? Sko, við vissum hver annari og við vorum báða búin að vera svona ungi lykilstjórnendur í svona heilsufyrirtækjum, Rakel svona mikilvæg reynslu í rekstri og stefnumótun og svona og meðan ég var svona markasmegin og við vorum ofta í rauninni hittast í rauninni bara á sýningum erlendis, vorum ofta í sömu flugvélum og sömu veitingastöðum erlendis og en kynntust í rauninni ekki fyrir en við hittumst í rauninni fyrir tilviljun hjá Andris Jóns, sameiginlega vin okkar og förum og ég í rauninni deili með henni í rauninni þessari uppálega hugmyndavenju og í rauninni fyrir tilviljun. Og þá var hún svona á krossgötum líka sjálf og bara já, fannst þetta eitthvað spennandi og við fórum svona að spjalla saman og hitta svona kaffihúsum svona stundum og kasta fram og tilbaka bolta og það var ekki fyrir einhverjum mánuðum síðar, við vorum búin að vera vinna þessari hugmyndirinni að við ákveðum svona að deila símanúmer með hver annari sko. Og áður en við gerum það með þá vorum við búin að taka persónuleika próf. Þannig að við erum báðar mjög svona varkárar, við unnum ekkert út í neitt og það er áhættur sem við tökum eru mjög calculated og en þú veist það er búið að vera ótrúlega, ég held að Venja hefði aldrei orðið það sem hún er í dag ef við höfum ekki hist sko og
og við lærðum það mjög snemma að hérna við styrkleikar konar annarar við bætum konar aðra upp í rauninni þannig að það er búið að vera ótrúlega mikilvægt að hérna hvað við einhvern veginn, já, pössum vel saman í því. Já, glæsilegt. Og talar yin og yang, sko, ég einnig að það var rætt aðeins við fyrir þátt og komst ég að því að sko, ég hef heyrt aðmanneskjur sem að vakna klukkan 7 á mótnana og grípa daginn. Þú ert ekki þar, þú vakna klukkan 4 á mótnana. Sko, já, ég er A+-manneskja, alveg pottið, sko. Þú ert næstu dottir hringin. Ég er eiginlega, nákvæmlega, ég er eiginlega dottir hringin. Já, ég, hérna, fyrir rúmu ári síðan, þá hérna, vorum við að fá markastjóra inn í teimið okkar. Og janúar er oft mjög svona stór mánuður í svona þessum bransa. Einmitt. Og ég var að taka mótinni hérna í desember minnum mig og hérna, og ég hugsaði með mér, ok, ég er ekki með marga klukkstundir, ekki fleiri klukkstundir í sólarhringnum, hvernig get ég hérna náðu öllu sem ég er að gera og bætt við starfsmanni og gert það vel og átt tíma með henni og samt einhvern veginn náðu að undirbúa stærsta mánuðin okkar sem var framöndan og eina sem ég datt í hug var bara vakna fyrr og hérna og það var eiginlega bara þannig, ég byrjaði þetta bara eitthvað, bara fólk fyrir spinning klukkan 6 eða eitthvað, það er nú frekar normalt eða ekki, þannig ég byrjaði 5 eða eitthvað, svo alveg, þetta er nú bara, ég get alveg aðeins, bættu fleirum, svo einhvern veginn var ég komin á það að stilla klukkuna 4:40 og ég hélt mér bara við það, þannig að ég hérna, mér fannst ég geta hagsa mig gegnum lífið með því að gera þetta. 7 daga vikunar? Já, svona meira, sko 5 daga og svo er ég ekkert að stilla klukkunum helgar, sko, ég ger það aldrei. Þá er það bara 5-6 helgar. Já, þá er ég svona 5-6. Og hérna, en það sem að ég lærði þarna og ég gerði þetta pínu illri nausin en það fyrst, en ég lærði bara að ég er best á mótnana og ég vissi það ekki fyrr, þú veist, en ég hef reyndar alltaf verið hræðilega á kvöldin, sko, alltaf öll áramót, þá er ég alltaf bara ok, hvernig er þetta búið? Ekki, vonandi segir enginn eitthvað að við sem fara að spila og klukkan var 2 á nóttinni og eitthvað, það er mín mesta martir, þannig að ég hef alltaf verið þannig. Ég vissi það, en þarna lærði ég bara svolítið bara, ok, ég er bara besta mótnana, ég get unnið í 4 klukkutíma áður en fólk mætir í hérna, vinnu, skilum venjulegt fólk og hérna, og já, þannig að ég bara einhvern veginn lærði það að pínu að hagsa mig svona í gegn. Nýji starfsmaður alltaf með þetta 8 að vera örglega fyrstur, hún með hálfar vinnudag þá, sko. Nákvæmlega, jú, hún og hérna Hildur sem er markastjóri okkar, hún er alveg nefnt það að hún upplifði pínu svona pressu, svo það var eitthvað svona, en það er alls ekki þannig og hérna ég er ekkert að vinna lengur heldur, sko, ég er, hérna, þetta er meira svona work smarter not harder, sko, og það er svona alveg, ég er ekki til 5 á daginn, sko. Nei. Þannig að. Og hvernig fer að sofa? Ég veit, góð spurning. Sko, svona milli 9 og 10. Já. Ég var sérstakann áhuga á sko, þessu frumkvöðla hugafæri og það er alveg ljósir að þú brennur fyrir þessu og mér langar því að spyrja sko, þegar þú varst í 9-5 vinnu sko, hversu mikið sprakkið innan með þér þegar þú hættir eða hérna var þetta langur aðdragandi, hvernig svona með áhugan eða og fara bara í eigið? Já, bara fara í eigið sko, já, sko í raun að veru, sko ég er að vinna þarna með Ná og svo fyrir ég að vinna líka fyrir Jón Björnsson í Krónunni og það var eitt skemmtilegasta verkefni, King sko, minn besta mann hérna, það var bara besti lærdóminn sem ég farið í gegnum að vinna með honum og fá tækifæri til að vaksa sem markasmanneskja og það var bara geggjað og hérna, og það var rauninni, hann hefur alltaf vitað á sér hugmynd þótt ég hafi verið að vinna fyrir hann, þá vissi hann á sér hugmynd og hérna, ég þekkt Jón í mörg ár og hérna, hann hefur hjálpað mér og verið mér mentorinn í mörgu og hérna ég vissi það bara þegar að ég vissi svona krónuverkefni væri að vera búið og ég hugsaði að nú væri bara komið tími að ég myndi fara að vinna við eigin hugmyndir og ekki gefa öðrum góðar hugmyndir og hérna mér fannst þetta bara að vera næsta skref þó þetta var alveg fræðilegt og þetta er spennandi að fara að vinna fyrir sjálfa sig í rauninni en ég held sem betur fyrir það hitti ég Rakel og hérna og ég held að annars hefði þetta ekkert orðið af því sem þetta varð sko og hérna en já ég var alltaf einhvern veginn, ég vissi bara að ég vildi ekki fara að vinna fyrir annan þarna og hafði bara eitthvað hugur ekki til þess að taka það skref sko. Líka marketingin sem við varum að tala um áðan bara til að koma inn, þetta er náttúrulega ótrúlega markasetning í heimi word of mouth og hún er líklega örugglega svo besta sko, þannig að þá ertu búin að hitta gullna blöndu sko. Já, sannarlega, þá ertu með eitthvað gott í höndunum. Sko, við rættum við vörðþróunni þeim skil ekki að þið komið með eitthvað eigin vítamín og bætefni, en
Hefur verið einhver vörðrún á þessum 4 árum, hvað, hafið þið verið að rúlla einhver út jafnt og þétt eða hefur viðskiptamódelið bara verið nákvæmlega eins frá? Viðskiptamódelið hefur verið í rauninni bara það sama, en við erum í stöður í vöruþróun og höfum verið að bæta við í rauninni pökkum og svona addonvörum, svo kallið, og erum að fara að gera mjög mikla breytingar þessu ári, til dæmis, það sem við kynnum núna í haust, þar sem við höfum verið mjög duglega að fjárfesta í eigin vörumerki og erum að halda því áfram í rauninni að þróa það. Við erum að undirbúa að fara út fyrir landsteinana og höfum verið að bara svona rýbranda í rauninni bara í takt við það, undirbúa vörumerki fyrir næst þroskastig og í kjölfyrir á því þá munir í rauninni vörulínun okkar taka líka svona þróun eða svona breytingu, hún mun alltaf í rauninni bara sami kjarni en hún mun bara styrkjast. Þannig að ég veit ekki hvort þið veit ekki hvernig þetta er svona, þú náttúrulega veist hvað þetta er svona pakkar í rauninni, hver eitt pakki er í rauninni þróað fyrir sérstök lífskeið, þannig að þeim í rauninni erum að fara að skerpa á þeirri nálgun. Skerpa á þeirri nálgun? Já, í rauninni bara við erum að fara dýpra í rauninni í að sinna konum, eða sérst þjónusta konur. Þannig að já. Út fyrir landstenna, ég get ekki beðið eftir að fylgjast með þessu. Já, við Máttu segja hvert eða? Já, við erum að fara til Danmerkur fyrst. Já. Og fórum í mjög mikla svona strategívinni með Ogilvy í Danmörku sem að hjálpa okkur að í rauninni velja svona gott market fit og já, við ætlum bara að leggja yfir okkur Norrlöndin, Danmörk fyrst. Það hljómar heilítið vel. Það hljómar mjög vel. Sko, það má ég til með að spyrja þig, hvar sérðu Venja eftir 5 ár? Venja verður eftir 5 ár. Við verðum bara búin að establisha vörumerkið sem bara sterkt wellness kvenheilsu vörumerki á Norrlöndunum. Ég held að það sé markmið sem við erum og höfum við alltaf frá upphafi rauninni lagt upp með. Þannig að byggja upp sterkt vörumerki á Íslandi, sigra heimamarkaðin eða koma okkur vel fyrir hér og stíga skrefin út og eftir 5 ár vonandi kem ég ekkert mann oft til ykkar en næst ég kem til ykkar verðum við vonandi komin vel að stæða í Danmörku og svo bara Skandinavía. Við heimsækjum ykkur í nýju höfuðstöðunar í Kaupmannahöfn. Já, akkurat sko. En við erum byggjum samt sko, við svo gaman að segja fyrir því að það sem við erum ekki bara gott vörumerki, við hefum líka lagt mjög mikið upp á því að þetta sé góður rekstur. Já. Og þetta sé sustainable. Já, ég held að það sé ekkert gaman að það er ekkert mál að búa til vöru sem bara lítur ógeðslega vel út en er ekkert sérstaklega góð. Nei. Eða vöru sem lítur vel út og er kannski góð en reksturinn er glataður. Já. Þannig að við erum að reyna að fanga þetta ratio í rauninni og þess vegna erum við mjög stolt af því að við eigum okkur sjálf og ætlum bara að eiga okkur sjálf eins lengi og það. Já, þið er ekkert að leita einhverju fjárfestum. Við erum ekki að leita en auðvitað mun einhvern tímann koma að því að við fáum eitthvað gott fólk inn en við erum að leggja upp úr því að eiga okkur sjálf og geta við vaksiður inn á eigin fjármagni og höfum gert það og ætlum okkur að gera það allavega í náinni framtíð. Já, maður hugsaði bara sjálfur sko að maður ætti nóg peningum sko sem maður án og heldur betur ekki á þessu síðustu verstu en hefur einhver reynd að kaupa ykkur eða? Nei, það er ekki reyndbeint en það er ofta verið að daðra við okkur. Já, ég skil það. Það er mörg stefnum og persónuleika prófa allan pakka. Það er alveg skemmtilegt. Þú varst að fá meil. Já, þannig að það er alveg skemmtilegt en og líka talandi að halda fókus að sko, við erum e-commerce sem við erum fyrst og fremst D2C, kallast það, direct to consumer og konceptið byggir á því, þú veist, að pakkarnar, vörurnar okkar eru svona dagpakkar og þetta er áskrifta koncept og það er talandi svona að halda fókus og þú veist þegar að kannski því að við erum í eigin rekstri og þannig að línan ekkert alltaf bein upp og það komu þetta svona áskoruninn á milli, ég meina efnahagsumhverfið í Íslandi er ekkert æðislega sexy núna. Nei. Og þannig að þetta þú veist það er alltaf allt einhvern veginn já, getur þetta bara nögt í því en og þá kom oft svona áskorunir þar sem að viljið ekki bara þú veist, fara í apótekin eða fara í retail eða þú veist, skilurðu og þá þarf maður að vera ógeðslega fókuseraður á það, bara nei, við trúum á þetta koncept, þú veist, þó að retail verður pottitt hluti af okkar vegferð á einhvern tímapunkti, klálega, en þá er markmiðið að byggja upp ríkala sterkt D2C
konsept, skilur. Þetta þetta frábæð punktur. Það ekki að vesla eitthvað vöru í verslunum. Nei. Og það meðvitað. Já, það er meðvitað. Já. Það er meðvitað út af því að við viljum ekki að þú standi fyrir framan 700 Já, þú vörur. að leysa það vandamál. Já, þú átt ekki að þurfa að standa fyrir framan 700 vörur og hugsa, hvað er ég að taka, eitthvað, já, þetta. Við ætlum bara, þú veist, þú átt ekki að þurfa að hugsa þetta. Þannig að konceptið byggir á því. Já, klart. Mjög gott. Hún kemur til mín. Ég ætla að leyfa Andrési að komast að Andrési Jónssoni. Já, þeim mikla meistari. Góða spurningu hérna. Hann hlýtur nú að fá okkur prósentu í venju þegar hann kynnti þér, sko. Já, komið saman. Hversu mikill hluti af dræfinu þínu og eða árangri er sportin út frá því að vera af landsbyggðinni? Skemmtileg spurning. Sko, ég kemur Keflavík. Að vera Keflingur er náttúrulega eitt, sko. Það er náttúrulega með auka bensin á tankinum, sko, verandi Keflingur, sko. Það er körfuboltinn og Keflavík í Njarðvík og allt það, sko, allir sá kultúr, sko. Þannig að ég hugsa, allir ekki bara orkan, sko. Bara, já, ég myndi segja það, sko. Dræfið í rauninni, bara, ég myndi segja bara helling. Það er bara kjarninn í mér. Já, sko fólk á landsbyggðinni er harðari. Ég vil meina það. Já, ég er bara, mér finnst alltaf þegar við erum að tala við eitthvað successful aðila, þá er hann alltaf á landsbyggðinni. Mér finnst það allavega. Já, sko mín kenning, ef ég fæ að 8 mínum tóta að tróða mér aðeins fram í þættinum þínum sér í fyrirgeðu, þá að finnst mér fólk sko óhrættara við að breyta öðruvísi en kannski hjörðin. Minni hjarðdýrahöfðun. Já, einmitt. Já, bara út úr í bóksið. Já. Sem að þarf sannarlega í svona frumkvöðlega starfsemi. Sko, mér langaði líka að spyrja, nú kom það, sko, í sambandi við reksturinn, af því þetta er D2C og þetta er áskriftamódel, þannig þið kannski finnið ekki fyrir því, eins og kannski fleiri verum ekki þess bara jafn harkalega að þetta sé sko, þetta eru í janúar kannski stærri í onboardi, en annars getið reiknað nokkuð stöðut yfir árið eða ekki bara hvernig þetta lítur út. Jú, við erum bara með allt öðru upplýsingar í rauninni heldur en við væri bara ekstar með vörurnar að ríkfalla ekstar í hillinni, sko. Við erum með allt sambandi við viðskiptavinn, við veitum nákvæmlega hvernig hann haga sér og getum þar alveg þróað konseptið okkar miklu betur með þær upplýsingar. Við vitum nákvæmlega allan lifecycle-in í rauninni, þannig að og það er einstakt að gera. Já, og þess að sögur sem við tala áðan, þú veist, fólk, konur, þær finna mun eftir að fara á vörurnar eitthvað, það ekki? Já. Tíðarhingin og Jú, þetta er bara ótrúlega sögur sem við erum að heyra og eins og ég sagði áðan, fyrst og fremst bara við erum alltaf bara mjög ungt fyrirtæki og erum ekkert með brjála markaðsbudget, þannig að við höfum vaxið inn í meira að minna á word of mouth, þannig að það er bara konur sem er að gera það algjörlega ótengt okkur, bara af þeirra eigin reynslu og ég held að það sé bara, það er engin tilviljun þetta, það er finni mun, vörurnar eru þróar frá grunni fyrir þeirra þarfir og það er margskonar margt sem að þarf að huga að líka sem að flækir bæta bransan ennþá meira. Vítamín er ekki bara vítamín, það þarf að pæla hvers konar form eru með betri upptöku og svo framvegis og framvegis. Þetta er bara fullt af í rauninni bara svona miklum flækjustigum og vörurnar okkar eru, við förum svo langt sko að við pælum bara í hverju einasta atriði. Þannig að innihalds í rauninni lýsingin á vörunum okkar á baka hvert einasta næringarefni er eitthvað hlutverk fyrir konuna. Hversu stór skammtur af vörunni er eða hvaða form af næringarefninu er og svo framvegis. Þannig að ég er ekkert hissaðar fyrir mun, en það er ótrúlega gaman að heyra þessa sögur. Og ég ætla bara að leiða mér með hvað þetta gengur vel hjá okkur og fólk sem skráður sig upp af við, það er ekkert mikið að hætta eða eitthvað? Nei. Ef það hættir, þá kemur það alltaf strax áttur. Það ekki? Þannig að þá er það bara eitthvað svona, er að fara í ferðalag eða eitthvað þannig. En konceptið okkar byggir samt á því að í rauninni þú þarft ekki að hætta, getur pásað eða fært pakka og alls konar. Þannig að áskriftarkerfið er líka mjög öflugt. Mér finnst alltaf styrkur þegar það er engin binding, það er ekki verið að læsa með. Þá hefur þú trúið vörunniðinni. En sko, nú eru þau að hugsa að fara út kvíðarnar til Danmerkur og mér langar að spyrja þetta, auglýsingin hefur mörguleiki byggst á því að þetta sé bara word of mouth sem er mjög fallegt, en á svona stærri markaði, hvernig er það frábrugðið að vera D2C og svo hérna í retail upp á nálgunina í markaðsherferðina í Danmörku? Já, góð spurning. Sko, eins og ég segi áðan, þá það er reyni svolítið greift í okkar svona kultúr, þó við sem bara 4 vinnustæðamenningun okkar. Nei, við bara eigundirnir, við erum bara okkur er mjög umhugað að þessi svona learning vöfði eða go-to-market vöfði verði til staðar innanborðs hjá okkur. Þannig að við höfum bara mjög mikla trú á því að við
á þessari bootstrap leið, þú veist, Já. þannig að Danmörk með svona strategísku markaður, þú veist, út frá því að geta farið í rauninni með svona sambarilega nálgunum við gerðum hérna heima og það þetta spilar inn í að það er náttúrulega fullt af Íslendingum þar og við erum með tengslanætan úti og svo framvegis og náttúrulega líka bara hvernig svona, við erum náttúrulega bara samsverjum okkur við Skandinavíu og hvað það Danmörku og þannig að já, í rauninni bara eins og þú veist, í rauninni bara að fara svipaða leið, í rauninni það er í rauninni bara það sem við ætlum að gera þangað til að við vitum eitthvað annað, sko. Já. Töff. Birkir, já, bara eina eftir nema þú Þetta er bara búið að bætir veisla þetta er búið virkilega fróðlegt og skemmtilegt. Já, ég fylgir spenntur með. Þetta er kannski bara byrjun. Það var að loka spurningin sér í takk hérlega fyrir komuna. Hvað er það sem, og þessi er búið brandar, hvað er það sem raunverulega býr til sterkt vörumerki? Það er sterkt vörumerki þarf að hafa bara hugrekki til að standa í lappirnar og standa við það sem það í rauninni segir og lofar í gegnum súrtasætt og það þýðir að vörumerki þarf að þegar það gengur illa þá þarf það að geta staðið við það sem það lofaði og svo framvegis. Þannig að, já. Siri, takk fyrir kvöldið, takk fyrir komuna, allir sem hlusta og þá, takk fyrir að hlusta og þið kallar, við erum meirlita kallar, tryggir konun okkar áskrift eða er ekki konun áskrift. Ég er náttúrulega að fara beint í náttvitin núna. Já, ég veit þetta. Góða nótt, Siri. Góða nótt.